Komið sæl. Ég ætla að sýna ykkur hvernig þið getið bætt við tjáskiptaborði í snappið með því að fara inn í gagnabanka Tobii Dynavox Pageset Central og sækja ykkur efni. Þið sjáu hérna slóðina mytobiidynavox.com Pageset Central. Það sem þið þurfið að gera þarf að skrá ykkur inn eða búa ykkur til reikning ef þið hafið ekki gert það. Ég sjálf skráð inn og þið eru algjörlega leidd áfram ef þið hafið ekki stofnað ykkur aðgang, en þetta afar mikilvægt þegar þið eruð að nota snappið að vera með aðgang inn í Tobii Dynavox. Þannig ég hvet ykkur eindregið til þess og þið þurfið að vera innskráð til að geta sótt ykkur efni í gagnabankann. En þið sjáið að Pageset Central þessi gagnabanki og þið getið leitað eftir efni sem bara snapp. Hérna eru öll forritin sem hægt að senda upp í gagnabankann eins og Communicator og hér snappið. Og ef þið hakið við það þá sigtið það út, bara efni fyrir snapp, og svo getið þið líka hakað við íslensku og þá koma bara eingöngu íslensk tjáskiptaborði upp. Og nú veit ég að hér eru ýmis tjáskiptaborð komin inn og jafnvel þá tengdilistar þar sem hægt svo að setja inn í dýralistan sædýr og gæludýr og eitt og annað. Það þetta hérna sem rætt var á fundinum og það sem þetta kannski ekki alveg tilbúið ennþá og verður sett inn og væntanlega tilkynnt þegar verður tilbúið, en ég ætla bara að sýna hvernig það tekið niður þannig að það fari ekkert á milli mála. En það eina sem þið þurfið að gera það að bæta við dótið mitt. Það bara að smella á þennan flipa hérna og þá eru þið að vista þetta sérstaka borð inn í ykkar eigin gagnabanka. Og þau getið gert það bara við hvað sem hérna inni og ekkert endilega bara þessi íslensku heldur. Þið getið líka tekið inn erlend borð og þýtt þau yfir ef það eitthvað sem ykkur líst á. En svo þegar þið ætlið að setja það inn í forritið sjálft, þá ætla ég líka að sýna ykkur þá leið og það tekur pínu tíma að virkjast. Ok. Eina sem þið þurfið að gera hér þá, af því þið ætlið að setja þennan lista, þetta bara orðalisti fyrir flokkun. Eitthvað að stríða mér hérna. Þið farið hérna upp í tannhjólið, smellið á og það sem þið gerið það að opna hérna litla ferningin og flytja inn og tengja í síðu frá Tobii Dynavox. Það í ykkar gagnabanki og þá sýnir ykkur það sem þið eigið þar inni og flokkun í Klettaskóla. Þegar ég var búin að bæta því við að þá einfaldlega haka ég hérna við og segi næst. Og þetta eru undirsíður inn í þessum flokki, en ég tek hérna flokkun í Klettaskóla og flyt inn og segi svo lokið. Þið sjáið að hnappurinn kemur hvítur, en þetta stýrihnappur og við viljum endilega að halda formi forritsins, þannig að við þurfum að fara hérna inn í stíll og inn í bakgrunn til þess að gera hann bleikan eins og alla hina stýrihnappana. Þetta mjög mikilvægt að halda formi forritsins, þannig að við vitum að þetta stýrihnappur. Það hérna lítil ör sem flytur okkur svo inn í forritið, inn í tjáskiptaborðið ætla ég að segja. Nú segi ég bara lokið og nú getum við kíkt á borðið og það eitthvað mjög spennandi hérna undir og verður meira þegar það kemur, þegar það verður fullbúið. En nú allavega sjáið þið hvernig þetta gert á mjög einfaldan hátt. Þannig að endilega þið bara skráið ykkur inn á Tobii Dynavox og sækið ykkur það efni sem þið viljið inn á ykkar svæði. Takk fyrir.